Góðan daginn og það stór dagur. Það fyrsti hlaðvarpsþáttur Soccer Education. Háskólaboltaspjallið. Það sem markmið í rauninni bara að fræða og kynna fólk fyrir háskólaboltanum sem okkur við svolítið vöntun á að fólk viti meir háskólabolta, námið og tækifæri sem felst í þessu. Þannig að við ætlum bara svona að taka smá casual kaffispjall háskólaboltana, allt sem honum fylgir. Þannig að við kannski opnum bara á Brynjari hvernig svona hvað þetta felur í sér og hvernig svona þín reynsla háskólaboltanum og algjörlega. En þú segir þá heiti ég Brynjar og er uppalinn í FH í fótboltanum og ég fór í skóla til Bandaríkjanna sem heitir Clemson University sem í Suður Karolínu í því fallega steiti og mjög fallegt. Þetta mjög stór og mikill skóli Clemson. Þeir eru með risa íþróttadeild, gaman að segja frá því núna, þeir eru núverandi meistarar í American football. Já. Og með alvöru dæmi í gangi þar með risa völl og ekki nema 85.000 manns. Og þjálfarinn sem að þjálfa sokkerlið, eins og það kallaði það, hann ennþá að þjálfa í dag og heitir Mike Noonan. Og þetta byrjaði þannig að hann kom í heimsókn til Íslands á árið 2014 og við fórum að fylgja leikjum saman og hann velti því fyrir sér af hverju hann væri aldrei að spila á móti Íslendingum í college því hann sá gríðarlega mikið af góðum leikmönnum og þá fórum við svona veltaði fyrir okkur, ég og Jóna. Þá var þetta þannig að það var minni kultúr fyrir þessu, það vissi enginn neitt þetta. Það voru smá fordómar, ef ég alveg hreinskilinn, menn leikmenn áttuðu sig ekki á því að það eru gríðarlegur level munur á skólum í fótboltanum. Þannig að þeir sem ætluðu kannski að fara út, þeir hefðu ekkert plattform eða enga aðstöðu til að nýta sína hæfileika til fulls í fótbolta og námi. Þannig byrjaði þetta bara og við fengum nokkra aðlæti sem höfðu áhuga að fara út og sem við þekktum og unnum með þeim og það gekk vel og síðan bara byrjaði þetta að spyrjast út og hér eru við í dag með hlaðvarp. Byrjuðum með hlaðvarp maður og svo ræðum nú Mike Noonan, þvílíkur meistari sem það ég hef nú hitt hann nokkuð sinnum. Það létt yfir honum og hann svona drekinn í þessum bransa svolítið úti í fótboltanum. Já, það rétt hjá hann. Ég nú alltaf að stríða honum og kalla hann Sir Alex Ferguson of college soccer. Hann í öllum þessum nefndum og búinn að þjálfa meðal hans Brown University áður hann fór til Clemson sem svona Ivy League skóli. Þannig að hann þjálfaði allan skalan í þessum heimi sko. Já. En þið fælum alltaf líka saman út sem þú veist alveg algengt hjá íslenskum krökkum líka af, þú veist, pör fara saman út eða þú veist, eins og hvernig það æxlaðist, þú veist, að þið, í rauninni er þetta þú eða ekki sem að Jú, í rauninni var það líka stór þáttur sko, hvað við áttum okkur hvað það þurfti svona þjónustu þú veist, við lentum alveg harkaleiði sko. Við þurftum að breyta fluginu okkar 2 eða 3 og mættum sko, mistum öllu prísísunu og vorum mætt held ég sko bara daginn fyrir skólan. Skólinn byrjar sko vanlega svona 3 vikur eftir að flesti mæta. En já, það var þannig að ég ætlaði bara alltaf út og var svona, alltaf sem ég var lítil var alltaf þetta markmiði sko. Og ég rauninni vissi svo heldur ekkert hvert ég átti að snúa mér. Ég var ok, mér langar út og Siggi Raggi var þá landsþjálfari og hann hafði verið sjálfur í háskólaboltanum og mín tenging var einhvern veginn alltaf bara svona ok, hann veit eitthvað. Og það endaði þannig að hann sem sagt, vinur hans var þjálfari Clemson og það kom bara einhvern veginn upp á borð og ég vissi ekki einu hvað Clemson var á mappinu sko. Þú veist, ég bara, ok, þú veist, þetta í Bandaríkjanum og þú veist, ég vissi ekki neitt þú veist, það var ekkert annað option sem ég skoðaði það var bara, heyrðu, þjálfarinn í Clemson vil fá þig og ég bara, ok, geggjað og þannig kýlum við á þetta og og ég byrja svona fylgilutur. Já, þú fylgdi með En svo góða við var að strákaþjálfarinn var litið sér að strækjar en þetta passaði akkurat, það er ekkert alltaf sem þetta smellur svona sko en svo sem sagt, byrja ferlið bara, pappirsvinnan og þetta var bara heilu nætuna fóru að byrja að skilja ykkur á pappir og hann var þjálfarinn úti vissi náttúrulega ekkert íslenska kerfi þú veist hvernig þetta virkaði, hvert ég átti að fara með þessa pappira og hvað ég átti að segja við bankan og þannig að við lentum alveg illa í því bara og við það fræga 120 skjal sem kemur alltaf í lokin það kom bara aldrei út í að skólinn vanta alltaf fleiri pappir og við skildum ekki hvað pappir vantu þannig að þetta var bara eins og segi bara þú veist
á tímabili var svona gleðin farin úr þessu út, ég var bara, er ég að fara út, þú veist, er ég að fara að ná, af því þú mátt ekki mæta eftir að skólinn byrjar, það er bara banna. Þannig þú veist, þetta var alveg óþarf mikið stress og auðvitað núna hugsa ég svona, ok, ég hefði alveg vilja skoða fleiri option og líka bara vita meira. Og því að þessi einu option er bara, þú veist, í Suður Karolínu, ekkert að, þú veist, þetta er geðveikur skóli og það var náttúrulega geðveikt, já. En meina, alveg, þú veist, hendaði kannski frekar mér en Jóni eða öðvöld, skilju, þú vilt bara hafa valið, skilju. Já, akkurat, þú vilt hafa valið og sérstaklega átt þann möguleika, þú veist, eins og margir held ég krakkar sem fór út kringum okkar tíma og undan okkar tímum, eins og ég þekki nú Blikana sem fór út til Alabama, þú veist, mögulega ef þeir vilja hafa einhvern option líka og eins og ég, þú veist, ég hefði einn möguleika og ég hefði einn möguleika á styrk og það var ekkert annað sem kom til greina og ég enda bara að vera ógeðslega heppinn að lenda á skóla sem ég dyrka og leið ógeðslega vel í og en þá var maður að renna svo blind í sjóinn að maður var einhvern veginn bara, þú veist, hvað er ég að gera, af hverju er að skrifa svona marga pappira og þú veist, allt sem því fylgir og þú veist, svo einhvern veginn endar þetta allt vel, skilur, en það er samt allt sem þessu fylgir er svo miklu meira maður reiknaði með, þannig að þetta er held ég saga sem margir Íslendingar held ég sem að fór út þessum tíma er að díla við, sko. Margir líka sem segja, þú veist, ég fór bara þennan skóla til frænka mér var þar og svo kannski þú miklu betri í fótboltakona en frænka þín og þú ferð nú út og ert bara svona, ok, kannski ekki eitthvað get challenge, þannig að menn voru kannski líka að fara á staði sem áttu ekki heima. Akkurat. Þú veist, þannig að þú veist kannski fara endið ekki á sínu rétta leveli. Nákvæmlega. Og þá er henni bara síðast í gær þá hitti ég þannig mikla meistara Kára Ásals og hann var einmitt að nefna þetta og ræði þetta við mig og sagði einmitt að þeim tíma var hann búið með yngrelandsleiki og búin að spila eitthvað í Pepsi-deildinni, sko, og þannig að hann þetta er bara einn mesti legend Blikana. Já, hann lyfti titlun, hann tekur það enginn á tveimur, það er rétt, og hann sagði mér, þú bara fá optioni og þessu þar og það var svona kannski þegar maður kynnti þessu meira og fór bara að skoða hvert leikmenninni fóru, þá í rauninni myndi ég segja, þú veist, eða svona stæðsta nafni sem fóru út í svona stæðsta skólan er sennilega Rikki Daða og hann fór í Columbia og síðan fór Þóra Helga í Dúk sem er tvö reisaprógram, skiljum, þannig að það var eitthvað það en okkur fannst það Guðrún Sóli fór náttúrulega Notre Dame og mestari, sko, Guðrún Sóli var í Notre Dame, ekki gleyma henni. Jóna er mikill aðdáandi en þannig að það voru alveg dæmi það, skiljum, en aðeins eldri en í rauninni við, síðan kom smá pása og það fóru allir til Alabama á tímabili sem að það er brútið þú fóst að þið tengingi var þangað. Já, tengingi var þar og það er eðlilegt og svo líka, þú veist, svo við tölum ekki кейsin sem fór ekki út, þú veist, sem að langaði út en fór ekki út af því að fjallið var fárlega stórt að klífa, þú veist, allt sem, þú veist, bara vissi ekki hvað að gera og við vorum nú bara ræði Arnó bróður, við erum nú í milliðu stúdíóinu, þannig að hann ætlaði út og á þeim tíma Arnór Sveinn Alstensson leikmaður Kára. Já, nákvæmlega, hann ætlaði út og einhvern veginn endar á því að þú veist, ef með einn option en það er ekki alveg option og var ekki með styrk í höndunum og það fjaraði undan því, ég held að hann hafi tekið mér að þetta er á þeim tíma þegar SAT-próf var tekið upp á velli, sko, upp á Keflavíkurflugvelli, upp á Herstöð, sko. Já, okay. Ég veit að hann var ekki fóru til Köpen og Oslo, þurfti að taka SAT það. Já, nákvæmlega. Og þá fór ég alltaf fyrir mér, pældi hvað voru margir sem langaði þetta tækifæri en í rauninni einhvern veginn bauðist ekki til, það var ekki alveg option fyrir það á þeim tíma. Já, ég meina, í hvað ég er oft stoppaðar og svona tvö skemmtileg dæmi, sko, þegar hinn umtalaði Mike var að skoða Sindra Björns hjá Val, fórum á æfingu hjá Val að lögða, ég fórum hann upp í við ekki einhver lollastúka eða eitthvað stúkaðan hjá Val og Mike er að tala við Sindra, þá lappar Þorgrímur Þráins fram hjá Sindra og segir, Sindri, segðu bara já. Þá var kultúrin ekki til staðar á sínum tíma og hann var ekki að skoða þetta en fór ekki og þannig að það eru mörg svona dæmi og ég meina hann er nú ofta að nefna við mig Ólafur Kristjánsson að hann hefði getað að fara í Syracuse árið 1987 en menn einhvern veginn kultúrin var ekki til staðar þannig að það einhvern veginn gerist ekki. Akkurat. Og þess vegna er núna gaman að við fáum tækifæri til að hjálpa öllum þessum krökkum og á sama í rauninni hvaða lefileikar þetta er á þetta er svo stórt batteri, það er svo margir skólar, það er svo mörg mismundi level, fótboltalega og námslega og allt það, þannig að það er í rauninni alltaf eitthvað fyrir alla. Í rauninni, sko. Og ég meina, hvað eru margir núna, eru náttúrulega sem eru úti,
erum með í haust þetta 200 já, og þú veist þetta allt frá að vera þú veist yngri landsliðsmenn og konur og leikmenn sem spila í PEPS-deildinni og líka bara góður annarflokksleikmenn og þú veist auðvitað það þannig að þú setur það er kannski ekki allir að fara út með sama markmið í huga þú veist auðvitað fótboltinn grunnurinn og þú getur farið í svo topp skóla og allar bara beint í atvinnumennskuna en svo er líka skólar þú veist það sem það var kannski þú veist það sem að námi skiptið kannski jafnmiklu máli eða jafnvel meira máli og fótboltinn er með og þú veist bara geggjari fótbolt og ætlar að nýta fótboltan í að mennta þig og upplega eitthvað nýtt bara kynnast nýju fólki og þú veist þannig við finnum alveg fyrir því að þú veist það er einhverju sem náttúrulega bara stefna atvinnumennsku eftir þetta og svo eru aðri sem eru líka bara að nýta fótboltan í að gera eitthvað geggja þú veist þetta svo mikið meira en bara fótbolti þó að margir fara náttúrulega út af fótboltanum en þú veist þá þetta svo mikið meira en bara fótbolti þú veist þetta er óteljandi í rauninni kostir sem fylgir sér þetta svo karakterbyggjandi þú veist og ég hugsa á til þess þú veist hvað maður er að fótbolta bara þú veist við ef fótboltafræði vorum bara börn skilur og þú veist hvað er maður að fara að fá þessu þú veist og sérstaklega svona fullorðinsaldri þú veist maður náttúrulega elskar fótbolta og þú veist maður er að mæta æfingar hvern einasta dag og en maður samt þú veist ég fekk tækifæri að fara út og ná mér í gráðu á 4 árum frítt skilur og þú veist sumir borga mér nær en maður var það heppinn að svo fjárfesting verður bara ekki tekin á manni og, þú veist, og líka það bara fara út saman þó að fótbolti sé ekki númer 1, 2 og 3 að þá ertu að fara bara einhvert út fyrir það endur bara langt hvert sem það verður skilur, saman hvert þú ferð þá verður þetta karakterstyrkjandi algjörlega, það er sem að við hjálpum kannski leikmönnum með að, að finna út í hvað viltu, af hverju þetta verður út sumir bara full-time fótbolti, ég ætla bara í atvinnumennsku karl og kvenna sumir bara ég ætla út og ég ætla að læra og ég ætla að vinna áfram í Bandaríkjunum þú veist, það er svo mismunandi hvað fólk ætlar að gera og leikmenn og saman með það þú veist, og svo við förum bara í þú veist, alveg eins vítt og hægt bara við verum að fá karakter tilbaka sterkari karaktera skilur við bara í þjóðfélagi hvort haldið áfram í fótboltanum sem að mjög margir gera og flesti gera og að þú ert að fá bara fólk með viðsýnda fólk og með gráðu og bara hefur tekið það í einhverju allt öðru í öðrum heimi við búum á eyju þannig að við þurfum að fara þessu út fyrir hann til að vera viðsýn nákvæmlega já, þannig að það er bara gaman þessu og svo náttúrulega eins og í ár þá slett að fara út til okkur það eru ekki um 70 leikmenn fara út og eins og þessi leikmenn eru bara að fara á í rauninni mjög mismunandi level það eru þessi leikmenn sem eru kannski sterkastir í spila í Pepsi þeir eru að fara bara gríðarlega hátt level þar sem að vera bara fullt af skátum að fylgjast með þeim og ef að þessi leikmenn standa sér vel í háskólaboltanum, bæði karla og kvenna þá eru gríðarlega möguleikar að fara í atvinnumennsku en síðan bara fullt af leikmenn að fara í frábæra skóla og ætla bara að njóta og koma heim á sumrin og spila á Íslandi og aðrir sem eru að fara í svona gríðarlega öfluga námsskóla eins og Yale og Kenyon og Trinity þú veist þannig að sem eru svona kannski Yale var þekkt stærð því að það er vel markasett en eins og Kenyon og Trinity eru minni skólar sem eru gríðarlega sterkir námslega og það er bara skólar sem eru bara ef þú útskrifast úr þeim þá eru bara stærstu fyrirtæki í Bandaríkjunum að vilja fá þau bara til þess að vinna fyrir sig þannig að það er sem ég veist þetta er ekki bara fyrir einhvern einn aðila þetta eru fyrir mismunandi típur þegar hver og einn aðili vill fá eitthvað mismunandi út úr þessu nákvæmlega, það er að magna þetta sem er bara alltaf að kynnast bara fjöldin allir að góð skólum úti eins og tekur dæmi með Kenyon það eru 2 strákar að fara þangað núna bara í haust sem að ég er ógeðslega spenntur að fylgjast með að sjá bara hvernig þeir líka við og þú veist þetta er stórkostleg námsskóli svona allan Sigfús að vera í Yale sem er huge dæmi sko að það verður gaman að fylgjast með honum og allir hinir krakkarnir sem er að fara í frábær skóla þannig að það er skemmtilega við þetta eins og þetta er svona fjölbreyttur hópur og gríðarlega skemmtilegt að vinna með þessum krökkum því að þau eru öll svo mismunandi sko. Algjörlega, allt frábæri krakkar upp til hópa og svo líka eins og með þjálfar núti sem maður tekið eftir að þeir eru svo hrifnir af íslensku krökkum verðist ekkert vera sattir fyrir að fá Íslendinga til sín þannig að möguleikarnir eru miklir líka fyrir íslenska krakka að fara út það er bara endur eftirspurn í rauninni og þetta er líka náttúrulega bara verið svona snjóbolta effekt þú veist þegar eins og Vermont skólinn þú veist það er 5 íslenski strákar það er líka bara út því þeir strákar sem fóru út stóðu sér svo ógeðslega vel bæði bara innan sem utan vallar og þá er þeir bara þú veist þetta eru karakterarnir sem við erum að leita af
og bara hafa aftur, bara, við erum að leita fleiri leikmönnum og þú veist, þannig að bara byggjum lið okkur í kringum svona kærlega og þú veist, og líka það sem við höfum náttúrulega, enskan okkar er mjög góð já. Og við erum líka bara með svona eins og ég segi, þú veist, við vinnum við förum í bæjarvinnunni í 8. bekk og svona, og sett svolítið svona ábyrgð á okkur myndi ég segja undan kananum ég myndi segja að þeir séu svolítið bara bómul þangað til að fara í college meðan við svona fáum alveg smá svona taste af því bara, þú ert að vinna þú veist, þú ert bara að vinna einhverja, þú veist, mánudag, þriðjudag eitthvað, í 8. bekk eitthvað ferða svona bragðið af svona, þú veist, ábyrgðartilfinning og fleira, sko. Ég held að það sé rosa góð punktur, sko. Maður kynnti sér sjálfur, maður fer út, við erum 1 ár eldri, við vorum 2 árum eldri á hérna kærubreynd og þjálfarar kunna meta nákvæmlega bara, hérna er bara ábyrgðarfullur einstaklingur sem er tilbúin að tækla þetta verkefni á meðan þú fer kannski bandaríkjamann sem er í fyrsta skipti að búa heiman og fer í pínu bara einhvern veginn spennufall inn í fyrsta árið og, þú veist, og mörg vandamál koma upp með, þú veist, með hérna að þau séu að brjóta reglur og eitthvað svona en þetta er bara misjafnt eftir því en ég tók svolítið eftir því að þjálfarnir fílu það og grunnmentunni sterk og ég ætla ekki að ljúga því að við byrjum svona undirbúta kannski lók 2014 en 2015 fórum við hérna bara í rauninni lánsum þessu það skemmdi ekkert fyrir árið 2016 þá var kallalandslega okkar heimsfrægt sko og þá fór að spyrjast út hvað er í gangi okkur Ísland á svona góra EM og þá fór ennþá meira athygli líka á kvennalið því að kvennalið hafa náttúrulega náð frábærum árangri áður og þá fór fleira að skoða hvernig yngreflokka þjálfunin er og kynna sér það og hvernig við vinnum og það er nefnilega stór hluti af þessu er að við íslenski leikmenn hafa tækifæri að spila fram í annan flokk á góðu leveli og fá góða þjálfun þeim ekki ítt út bara út af þeir eru 15 ára út af það ekki að fara að selja á 30 miljónir við erum með ungmennafélögin á Íslandi sem eru bara að eiga skila frábærum karakterum út í samfélagið og það er svo frábært að hver einn og einasti hefur tækifæri að spila upp í annarhóksaldur bara að fá frábæra þjálfun hjá þessum flottu félögum á Íslandi sem held ég bara einstakt sem ótrúlega einstakt kerfi og þess vegna líka þegar við erum með sjókísn okkar þegar Daði Raps kemur með fyrirlestur íslenska bara boltan og hvernig kerfi er uppbyggt þá hef ég alltaf gaman að hlusta á hvernig, að því að maður einhvern veginn þetta er svo sjálfsagt fyrir manni en svo þegar maður heyrir það einhvern veginn bara allir þjálfarnir hlusta á Daða tala bara kerfið og hvernig þetta er sett upp og allir fá þessi tækifæri þú veist, Hákon Sverris í Blikunum bara hámenntaði þjálfari bara með unga krakka og frábær þjálfari og þetta er svona gegnum gangandi svolítið bara á Íslandi þá kann maður að meta það meira og þá kannski skilur maður það er ástæða fyrir þessi þjálfari að vilja fá okkar leik algjörlega sko, það skiptir máli sko og þannig að það er held ég stór partur af því þannig að við íslenski leikmenn tikka í alveg mjög mörg box sko. Já, algjörlega. Þannig að þetta er bara, þetta er spennandi dæmi, ég held við séum. Já, en svona áður við klárum þetta, þannig að kannski fara yfir, við ætlum að vera með fleiri podcast og við ætlum að vera með svona, hvernig myndir lýsa svona stutt bara svona fræðslur ákveðið málefni. Já, við ætlum að nýta þennan vettvang í bara að fræða og taka kannski eitthvað topic fyrir einu, þú veist að taka, það er svo margt sem hættir að tala og við ætlum að taka það fyrir og í svona ekkert eitthvað löngum máli bara þú veist stikla svolítið á stóru kaffispjall og mögulega í framhaldinu ef að tækifæri býðst til að fá einhverja heimsókn sem að fara í háskólaboltann og ræða við þau þeirra reynslu og hvernig þau upplifðu þetta tækifæri algjörlega það er svona algjörlega og náttúrulega þú veist ef að koma einhver topic sem að einhver úti í bæ vilja ræða þá er það að senda okkur þau gegnum alla þessa social media kanala nákvæmlega, þannig að fyrsta spjalli lokið, ég held að þetta held ég bara passlega bara takk fyrir okkur